Hanna Björn Steingrímsson, fyrirliði Völsungs. Þú heldur á bikarnum fyrir fyrsta sæti. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara ólýsanleg. Ég bara hef ekkert meira um það að segja held ég. Þetta er bara dásamleg tilfinning. Hvernig myndirðu lýsa þessari upplifun að spila hann leik í dag? Ég eiginlega veit það ekki. Þetta er bara, við vorum komin út á völl hálftíma fyrir leik, hitt upp, hálftíma 40 mínútur, þá var fólk byrjað að mæta hérna í brekkuna. Og maður hugsaði bara með sér, guð minn góður, verður þetta bara svona, ef fólk bara koma hérna 40 mínútur fyrir leik til að finna sér stæði, skilur við. Svo erum við byrjað að hitta upp, þá heyrum við bara í trommum og skrúðgöngu hérna niður í bæ og við bara, það fór bara hrollur mann allan og þetta er bara dásamlegt. Það er örugglega hátt í 1000 manns inn í brekkunni í dag, ég þarf að fullyrða það sko og ég hef aldrei séð svona marga í brekkunni. Og að ná að skora og sérstaklega að vinna hérna og vinna bikarinn fyrir framan allt þetta lið, þetta er bara dásamlegt. Líkt og ég sagði við Sveinbjörn áðan, okkur var spáð 9. sæti fyrir tímabilið. Hvernig er að vera tvítugur fyrirliði fyrsta árið með bandið og að klára deildina í fyrsta sæti? Úff, maður er bara varla búinn að ná þessu. Ég nefndi hérna við þig, góðan vinn minn, hérna í vor að bara pældi í þig og við myndum bara enda eftir og ég er tvítugur fyrirliði og lyfta bikarnum. Manni fannst þetta einhvern veginn svona fjarlægur drauminn. Þetta var þetta markmiðið að vera hérna í toppárátinu og það gekk eftir og við enduðum með bikarinn í höndunum. Þetta er bara dásamleg tilfinning. Hvenær finnst þér svona liðið hvenær byrjaði liðið að hafa virkilega trú á því að þetta væri hægt? Ég held að eftir fyrsta leikinn þá bara sáum við virkilega hvað við gátum fannst mér. Undirbúningstímabilið, það var náttúrulega áttum margt eftir, ólært þá, eða skilur í loka undirbúningstímabilisins. Eins og við séum, við okkur var spáð 9. sæti eftir frekar dapurgengi á prísísuninu, en bara strax eftir fyrsta og annan leik, sérstaklega kannski Hveragerði í öðru leik, þegar við vinnum mjög sterkan út í sig þar, þá bara hugsaum við kannski bara, þetta er virkilega hægt. Við erum komið með 2 sigra í fyrstu 2 og við ætlum okkur bara ofar og við gerum það. Það hefur verið gríðarlegur samhugur og samheldni sem hefur ríkt hér í bæjarfélaginu undanfarna daga. Er eitthvað sem þú vilt segja til Húsvíkinga og Völsunga sem hafa verið að senda okkur styrk sinn? Ég vil bara senda innilega bara ástarþakkir bara til allra sem hafa komið að þessu undanfarna daga og sýnt okkur svona mikið styrk og mikið stuðning. Þetta er bara yndislegt, maður hefði aldrei getað bara búist við þessu. Maður vissi nú alveg að Húsavík væri frábær bær, en það sem er komið á daginn, það er bara, maður hefði aldrei þórað að vona þetta einu sinni, sko. Þetta er bara, eins og ég segi, yndislegt. Innilega til hamingju, elsku besti vinur minn. Þakka fyrir, Gamli.